Stjórn og stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur stýrðu fyrirtækinu ótrauðir fram af hengifluginu árunum 2007 og 2008. Þessu var haldið fram á Alþingi í dag. Stjórnendurnir fá falleinkunn í skýrslu rýnihóps Orkuveituna. Skýrslunni kemur fram að fjárfestingarstefna Orkuveitunar frá 2007 og langt fram á árið 2009 hafi verið byggð á ófullnægjandi áætlunum. Arðsemi verkefna hafi jafnvel ekki verið metin. Raforkusamningar við Norðurál hafi borið keim af áhættusækni og fyrirhyggjuleysi þegar aðstæður breyttust árið 2007. Afleiðingin sé sú að stór hluti allra fjárfestinga og skuldbindinga Orkuveitunar frá þessum árum flokkist nú sem tapað fé. Harðar deilur spunnust málið á Alþingi í dag. Og það var harður dómur yfir stjórnendum Landsvirkjunar, yfir stjórnendum Orkuveitunar og yfir þeim stjórnmálamönnum sem réðu ferð í þessum fyrirtækjum, í ráðuneytum og í borgarstjórn. Og framkvæmdir við Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíðarvirkjun fá algera falleinkunn. Algera falleinkunn. Þar var ekki sýnd nein fyrirhyggja, menn létu sem þeir sæju ekki viðvörunarljósin og jafnvel ekki hrunið sjálft heldur héldu ótrauðir áfram beinustu leið fram af hengifluginu. Þannig er dómurinn. Fyrrverandi stjórnarformaður Orkuveitunar var ekki sammála. Virðulegi forseti, bara svo að við upplýsum það að þessi síðustu 18 ár sem að þá hefur nú held ég að þeirra verið 15 eða 16 var nú vinstri menn með Orkuveitu Reykjavíkur, menn að tala hana, og þeir sem fóru í stóriðjustefnuna voru erlistin. Arababandalagið gefur